Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og við erum mættir hérna einu sinni enn í sjávarútvegsspjall og gestir mínir í dag eru Örn Einarsson, Birgir Sigurðsson og Sigurður Ólafsson. Þetta eru allt þrautreyndir netajaxlar, hafa verið á netum frá því þau voru börn, eða svo gott sem, og stýrimenn og skipstjórar og náttúrulega byrjuðu sem hásetar. En ef ég byrja á þér, Örn, hvenær byrjaðir þú út í sjós? Heyrðu, ég byrjaði 14 ára. Já. Og þá byrjaði ég á Valbott. Já. Messagutti þar. Já. Og þar var á Hvali 5 og þar var skipstjóri Jónas Sigurðsson sem var svo skólastjóri stýrimann í sjómannaskólans. Já. Og svo eftir það fór ég svona á náttúrulega togara og eftir það á bátana og Já, svona þessi hefðbundni svona rúntur sem var á þessu. En þú, Birgir? Ég byrjaði svona 1969-70. Já. Bara að leysa á humabátum og eitthvað svona. Síðan bara stærri báta. Mest net, troll. Já. Já, þetta bara þetta sem að svona flestir hafa gengið í gegnum. Sigurður? Já, ég byrjaði þarna með Víkubræðrum á Grindavík, Þorsteini Gíslasinni, 16 ára, 78. Já. Var með þeim fyrstu vertina, svo var ég eitthvað sumarið eftir var ég þvælíki þarna, leysa á hinum þessu báta bara trolli og byrjaði sem að Jens á Hófsnesinum hausti, og var með honum í mörg ár. Það var nú vel að fara öll helvítisauða þessu tilvári, netum og trolli og mikið verið fisk í og sigla þá, Já. Og svo síld alltaf á haustin. Og var viðlandi þess að Hófsnes útgerð bara alveg, þetta báturinn var seldur, endaði svo höfrungi, seldur og endaði þá með erni, Já, en þetta er svona það sem að þið eigið allir sameiginlegt að hafa byrjað ungir sem hásetar og síðan farið í stýrimannaskólan og náðu ykkur í réttindi og farið sem stýrimenn og svo skipstjórar. Það er svona rauði þráðurinn í þessu. En það sem þið eigið allir sameiginlegt að þið hafi tekið þátt í ákveðinni þróun sem hefur orðið í netaveiðum, til dæmis og sérstaklega. Þá er ég að tala að fara úr hætta með grjót á neðri tein og ringi á efri tein og þetta voru mikla breytingar sem átt sér stað. Já. Það var náttúrulega hellingsbreytingar, Þegar ég byrjaði á netum, það var náttúrulega verið með grjót og ringi. Já. Og það var náttúrulega svo að verið að leggja kannski hratt, eins og við segjum. Já. Og þá hafðu menn ekki við að henda út grjótinu. Nei. Og þetta þegar blýteinn kom, það var algjör bylting, Já. Og ég man eftir því að þá gekk erfiðlega að fá blýteinn, þannig að leið og netið var ónýtt og skorið af blýteininu og þá var beðið eftir því bara að fá blýteinn, það var bara fór strax í fellingu. Já. Því að það fiskaðist líka mikið meira á blýteinin eða með blýteinin. Með blýteini, Já. Svo náttúrulega kemur töluvert seinna, þá kemur flotið, Já, en til dæmis ég er nú hérna með frá fyrirtæki sem heitir Mustang og er að selja og þjónusta línubáta og er nú komið núna með að þjónusta netabáta líka, flytja net og af ýmsum gerðum og við erum náttúrulega með net sem að við byrjuðum flestir með. Þetta voru tusku net sem við kölluðum. Þau eru svona í grófum dráttum ef fólk áttar sig á þessu og þau urðu slepjuleg og svona
hálfdrullulega í höndunum á manni. Já, já. Síðan komu þessi kraftaverkanet sem var kallað. Já, já, það var algjör bylting líka. Já, það hafði mikið að segja. Og svo fóru menn náttúrulega út í það að nota gynni. Sérstaklega vorin og sumartíman. Og jafnvel á haustin þegar við vorum að eldast við Ufsa kontónum austan við Vestmannaeyjar og út á Brjálaðarík og víðar, að þá var verið með 6 tómu gynni. Já, já. Já, já. Og svo náttúrulega breyttist gríðarlega, hvað maður að segja, Moskva starfin. Hún var alltaf að hækka eða stækka. Menn voru fyrst kannski í 32 Moskva netum. Svo voruð 36 Moskva og svo voruð 40 Moskva og annað í þeim túr. Já. Þetta var alltaf að breytast. Já. Var ekki komið upp í 50 Moskva? 50 mikið, jú, enda var það en þú maður að hérna við komum 64 Moskva nettir. Já, það kom þannig til að Oddur Sæmundsson, mikill þetta jaksl, hann var með 32 Moskva 9 tómu og let setja saman 2 net. Já, já. Og þá var það orðið 64 Moskva. Já, svo fór Bjössi nættun að flytja inn svona. Já, svo bara var það pantað 64 Moskva net. Já. Björn var náttúrulega mikill frumkvöðull í þessu og var alltaf tilbúin að pröfa og taka þátt í tilraunastarfsemi og tilraunum. Það var mjög aktífur, hringdi hverjum einasta dag. Já. Þetta til margra ára. Já. Það var það. Þetta breyttist mikið og svo náttúrulega ýmsar aðra breytingar sem fylgdu netaveiðum. Niðurleggjarar og blóðgunarkassar. Blóðgunarkassar. Það réttist aðeins úr manni þá. Já, það var það fyrsta sem að manni fannst vera lúxus við netabát. Það var þegar var konu blóðgunarkassar og menn þurfti ekki að beygja sig hon í dekk til að sækja fiskinn. Og lyftur. Og allir síðan. Svo þetta kom hann að afdragur en þetta bara 80. Já. Það munaði ýmislegt. Já. Og það gerði lífið þægilegra. Já, alltaf að lífið. Það var náttúrulega komið svo öryggja á spilinu fyrir sko, en náttúrulega margir bara stórslasa svo hálftir Já. Þeir eru bara margir búin að drepast við það að fara í spili. Sérstaklega voru með þessu gömlu línuspil og olíugjöfuna við hliðina. Já. Þá var menn að snúa þessu vittlust og allavega. Bættu við þeirra að stoppa og alls konar. En þessi þróun hefur verið gríðarlega mikil, bæði í netunum sjálfum og náttúrulega teinunum, blýateinum og flotteinum og svo, hvað kallar það, afdragari á spilinu, var það ekki? Jó, Eiríkur er það kallað líka, það mátti vera með 12 netum meira en hann fekk engan hlut og það kallar Eiríkur. Dráttarkall. Já, en síðan fiskirið, þróunin á því í gegnum tíðina, þið getur nú sagt frá því. Já, þetta var náttúrulega ég hef náttúrulega ekki verið á sjó núna í 20 ár en maður hefur fylgst með því náttúrulega hvað hefur verið að ske að þetta var náttúrulega, maður þurfti náttúrulega að vera að leita alltaf að fiski og reyna að leggja netin þar sem að voru einhverjir snagar eða hólar eða blettir eða eitthvað til að fá eitthvað. Já, og þar sem lóðaði. Og þar sem lóðaði. Já. Og það var verið að skrattast landshornan á milli þess vegna. Eða fréttist að veiði og svona. Já.
Birgir getur nú sagt og Siggi betur frá því sem er skeið núna síðustu árin sko. Já, það eru mikla breytingar að því maður. Þetta breytist fljótlega svona aldamóti sko. Já. Þá fór að aukast alveg óhemja þorskjum alla trissur maður. Menn voru að reyna að ufsa og hefðbundin ufsaslóðum, það var ekkert nema þorskur, það var allstað þorskur. Já, og stór og góður fiskur. Já, mjög góður fiskur maður. Og eins og þetta breytast allt núna, það er alltaf fyllast að helvítis hval maður. Búrhvalurinn að gjossanlega að stúta grunnslóðinu held ég. Ég hef aldrei séð aðra eins og aukning og faxaflóð undanferðin ára. Af hnúfubak? Já, hnúfubak, já. Við ætlum að veiða nokkur 100.000 tonn af honum og hakka hann í bollur eða eitthvað fjandan. Þetta enda með skelfingu, sko, held ég. Já, hann þarf nú aldeilis. Já, éta. Maður er búinn að vitna að horfa á hann reyksuga upp svoleiðis ætið maður, það er ekki neinu lagi líkt. Það voru ekki 2 inn í Hafnarfjarðarhöfn í vetur. Þeir koma reglu inn á Staksfjörð, sko, það var stundum það var stundum, skal ég segja, smásílsi, hér kallinn undir Narvíkurbrún og það innanlega í ferðinum. Já. Þeir koma reglulega til að reynsa það upp. Já. Ef að safnast eitthvað fyrir það, sko. Já, já. Nú, það kom lítið loðn í vetur, sáralítið og ekki neitt, held ég. Nei. En ég man árið áður, sko, þá kom nú lítið en það komu peðrur og þegar það var, sko, þá blés hvalur, þú gæst haldið og væri komið, sko, á háhitasvæði, sko, það var allstaðar blástur. Já. Og ég man einn dag þegar við komum að draga, sko, þá var svo mikið lifandi fiski, maður þorði ekki að leggja neitt, maður skítrættur og það fylltist alltaf fiski. Já. Peðrur alla trissur og hvalablástur. Það er alltaf allt horfið, hvalurinn og engin loðn og engin fiskur, ekki neitt. Ég veit ekki hvort að smala honum í burti, en hann ryksuði upp þess að fái loðnupeðrur sem komu. Já. Það var nokkuð lust. En svo hefur maður náttúrulega séð myndir frá vertíðinni í vetur. Já. Þar sem var verið að slæja þorsk og sýna hvað var inn í maga þorsins. Já. Það var að stórun hluta fullt af litlum þorskum. Já. Og seiðum jafnvel. Og krabbi og alls konar. Já. Og maður fyrir eftir í vetur, sko, ég frá þessum verkunni, fiskur var meira að minna lifralus í vetur. Já. Já. Og eitthvað taldi okkur trúan það einhvern tímann að ef hann fitaði sig og fengi ekki að éta fyrir rigninguna, þá rengdi hann ekki. Nei. Nei. Hvað aldrei þetta endi, þessi vitleysa? Já, það er náttúrulega sér vandamál afstaða og vinnubrögð Hafrannsóknastofnunar í sambandi við þessi mál. Já. Og sambandsleysi þeirra við raunverulega starfandi sjómenn eða sérstaklega skipstjóra. Þeir hafa aldrei hlustað að vilja ræða neitt við sjómenn. Það var nú einn ráðherra sem talaði það að hlusta á fiskifræði sjómanna, fiskifræði skipstjóra, en það kom aldrei neitt út úr því, nema bara eitthvað spjall. Já. Ekkert gert með það sem að menn sögðu. Hafrannsóknastofnunin orðið eins og kaþólska kirkjan var á miðöldum, sko, jörðin var flöt og þeir sem að sögðu eitthvað annað, þeir voru teknir að lífi þá og stofnaði spænski rannsóknarrétturinn til að framfylgja því. Og Hafró þannig að, þú veist, þetta bara Excel-skjala, það er heilagt, það er ekki hægt að ræða það einu sinni og get ekki rætt og vil ekki ræða það. Og reynaði áratugi, sko, það er ekki komið neitt út úr því og þeir eru bara komin á sama stað og þó að þetta sé allt hrunnið yfir hausna, það stendur ekki steinn yfir steinn. Það er náttúrulega skrítið, sko, og búin að vera með kvótakerfi 40 ár og það hefur aldrei verið hægt að bæta neitt við. Við erum ennþá undir fyrsta árinu sem við vorum í kvótakerfi og 267.000 tonn á þorski. Við höfum aldrei komist í það síðustu 40 ár að fara yfir það. Varst þú á fundinum í Festibyggju þegar það voru Halldór Ásgúrsson og Jakob
1984, það var bara þegar vorum að byrja í kvótana sko, þá komu þeir þarna páðarnir og þá kom sko Jakob heitinn og sagði það, stráka mínir, þetta er besta bankabók í heimi. Eftir 5 ár að þá eru komin 400.000 tonna jafnstöðu afla. Ég lofa ykkur því. Það hefur aldrei nokkuð tíma Nei, ég man eftir þessu kjaftaði og hérna, þetta var líka á stóra fundinu hérna 75, við vorum í skólinu. Já. Það var alveg og við félagarnir úr stýrimannsskólanum að koma þarna. Miður okkar heyra hérna, það var allt runnið síðan komið toppverðir hérna næstu ára eftir og hérna það var verið að lofa þessu sko en þetta er búið að vera endalaust bull sko, svo var aflareglunum breytt og við förum aldrei upp úr því sem við erum í dag það er ekkert útlit á því það er ekkert útlit á því nei. Og við gætum verið að importa minnstakosti 100.000 tonnum á hverju ári og jafnvel meira, jafnvel 200.000. Annað eins, aukið helming. Og það myndi skila þjóðfélaginu sko verulegum tekjuauka. Allavega þegar ég var í þessu fullu að þá vorum alltaf að vonast til þess að fá að veiða úr uppsveiflunni. Já. Því að uppsveiflan og niðursveiflan skeiði, hafa svona 10, 12, 13 ára fresti sem að það skeiði, sem að virðist ekki hafa verið núna vegna þess að núna síðustu ára að það hefur verið bara svo mikil fiskur. Já. En svo bendir allt til þess núna að við séum að fara í bullandi niðursveiflu. Já, það er. Miðað við það sem maður heyrir að fiskur sé að éta undan sér og allt svo. Það vantar bara æti. Já, það vantar mikið æti, sko. Og meðan við gerum ekkert í að hérna, reyna að farga eitthvað eins og hval, þá endar þetta með skelfingu. Já, sko, við erum ekki bara að tala langrið, hann veiðir verulega minnst af þessu sem að við erum að veiða. En við þyrftum að veiða aðra tegundir af hval í rauninni til að halda einhverju jafnvægi í lífríkinu. Við erum hættir að veiða hrefnu. Já, það er nánast ekkert veitt að henni núna síðustu ár. Og náttúrulega höfum ekki verið að veiða háirning eða annað. Hann er óvættur. Nei, ég veit ekki, það er kannski að nota hann í bollur. Jú, það er. En það skulle ekki vera í boði fyrir landan hérna hrefnukjöt, það er náttúrulega alveg fyrir neðan, náttúrulega hellur þessi vitleysu gangur, sko. Þetta enda náttúrulega með því, þetta hérna með faxafl og ef það heldur sem horfir þá verður þetta bara ágætis útgerð fyrir hvalaskoðunarskip og búð. Já, það verður það. Heldur. Hvalur náttúrulega reynsar upp allt ætið, þá náttúrulega hættir hann að koma. Já, ég sá myndbandu það verður tímabundið, veist það hjá hvalnum. Já, hann var að hrekja einhver síldadorfi upp í Reynisfjörð, hann kom með þar og örgur. Þetta er alveg þekkt sko, manni las það sko, þegar það var mest útgerðin þetta upp að aldamótunum á Langanes og þar og Austfjörðunum á árabátum og Færeyingar voru að koma hérna hundruðum saman. Þá kom bænaskjal sko frá útvegsmönnum á Austfjörðum það yrði hérna stöðvaðar hvalveiðar því þeir vildi meina það að hvalurinn hann fældi allt síli inn á firðina og þá kom fiskur með og þá var svo auðvelt að stunda handfæraveiðar á árabátum. Þetta sem að sé núna skulle kom fiskur og hvalurinn í Hafnarfjörð og inn með öll sund. Hvalurinn hann bara eldir þetta eins grunnt og hann kemst. Já. Og það var endalaust að frétta að það strandaði hvalur alla fjörur. Já, það er bara ringin í kringu landið, hvalur að stranda og lendi í ógöngum og flæðir undan þeim og allavega. Svo með sko að hafa samráð við sjómenn og skipstjórnarmenn, þetta droppar upp sko á nokkra ára fresti, svo eru aldrei neitt úr þessu. Það er aldrei gert neitt með þetta. Ekki neitt. Nei. Það er engin alvara baku, þetta er bara svona einhver PR-mennska hálfgerð held ég. Já, þetta er svona til að geta sagt að þeir séu að hafa átt samráð við sjómenn. Já, mann, þetta er ótt í hug, sko. Það sem svona útafstofarar eins og frystiskip og annað,
þeir sem eru stundar veiðarnar í djúpkvæmstónum, Já. þeir vita allan ánskotar, sko. Þeir vita alla fiskigöngur og allt. Já. Þegar þeir fara út í túr þá vita þeir svona hvar flest öll skipin eru, hvað eru að fá tóktíman og hvaða sort. Já. Ha, Já. þetta dálítið mikil vitneskja en það aldrei pælt í þessu eða rætt við þess að mennum eitt eða neitt. Nei. Það er alveg hárrétt og óskiljanlegt. Já, mér finnst það. Því að þeir sem eru búin að vera við þetta í 30, 40, 50 ár eða hvað varst þú lengi, Birgir? Ég hef búin að vera 53 ár á sjó. Já, 53 ár á sjó. Já. Nei, ég meina að það sé ekki flett upp í reynslu manna með 50 ára reynslu. Þeir séu, svo kom einhverjir strákar nýútskrifaðir í fiskifræði sem hafa jafnvel aldrei og þekkja valla fiska í sundur, eins og maður segir. Þú manst eftir, Greta, þegar vorum að halda fundi á Vísir og fá þess að gæja á fundi. Og ef menn komum með einhverja spekki, einhverja reynslu, einhverja þekkingu, þá brostu þessi jólasveinar þarna út í sal. Já. Það leit út eins og þetta verið algjöru bókar sem voru að tjá sig maður. Það sko bellit að ég vil ekki ræða þetta með, það þýðir ekkert að tala við þetta. Nei, það alvarlega með Hafrannsóknastofnun er það náttúrulega að þeir eru fastir í sínum eigin, kannski þessi hugmyndafræði fyrir 30-40 árum síðan hafi allt í lagi gengið upp. En þeir eru bara fastir í þessu. Og það voga sér enginn innan Hafrannsóknastofnunar að koma með einhver aðrar hugmyndir heldur en að er bara borðleggjandi. Þeir endur skoða ekki vinnubrögð sín í ein eða nein. Þeir eru fastir í togarrallinu og sem eru með sömu stríkin í sjókorti ár eftir ár og taka ekki nótis af lífríkinu í rauninni hitastígi eða annað sem að hefur áhrif á fiskgengdina. Akkurat. Og þar að leiðandi eru þeir fastir í villu. Já. Og það er allt svakalegt. Og það er svakalegt, þeir komast ekki út úr þessu. Það finnst mér alveg svakalegt. Auðvitað þyrfti bara að endurskipuleika þessa stofnun bara algjörlega og þeir geta bara byrja upp á nýtt. Já, það blasir við og einhver tíma verður það gert. Þetta verður ekki látið halda áfram endalaust. Það getur ekki verið. Það koma einhver tíma einhverjir menn til að stjórna í þjóðfélaginu sem segja bara, þetta hefur ekki borið neinn árangur hjá okkur, við erum búin að kvótasetja fyrir ykkur í 40 ár flestar tegundir og við náum ekki að byggja upp einn einasta fiskistofn. Við erum búin að banna lúðu, við erum búin að banna loðnu, við erum búin að banna humarveiðar og það er lítil rækjuveiði og svo má telja áfram. Já. Veiðum helminga af því sem að við gerðum fyrir dag kvótakerfisins í þorski. Svo er spurningi hvort þeir ráði nokkur, Maður oft velt fyrir sig að það er engin fiskifræðingur svo vitlaus að veit ekki og gerir sér ekki grein fyrir hvað það er að gera búin að undanfara 20 ára með þorskin. Að bakka aldrei út í vitlausunni er ekki bara þannig að eigendur sem eru handhafar veiðiheimildana ráða þeir ekki bara ferðinni og svo pípa og gagga bara fiskifræðingar eins og þeim er sagt. Já, bara gelta þeir með siga. Já, ég segi, þetta er eina sem manni dettur í hug, Já, það get alveg trúið. Já, maður hlýtur að spurja sig að því hvort að það sé virkilega þannig að fiskifræðin, hún sé ekki betri en raun ber vitni og þeir eru ekki tilbúnir að endurskoða vinnubrögð sín með einum hætti og það er dálítið skrítið þegar stjórnmálamenn til dæmis eru ekkert að huglega það býtu hvernig stendur á því að við höfum ekki geta byggt upp þorskstofninn á 40 árum í kvótakerfi. Besta kerfi í heimi segja þeir á hátíðistöðum útgerðarmennir og þeirra Já.
handhafar kvótans og svo þeirra strengjabrúður sem eru pólitíkusar í allt og mörgum flokkum. Já, manni þetta líka sko, ráðamenn og þingmenn sko, þeir nenni ekkert að pæli þessu. Ekki að hugsa. Þetta bara, láta bara Hafró þetta. Já. Og þá þurfa þeir aldrei að spá eitt eða neitt og þetta eins með ráðherran sjávarútvegsráðherra. Já. Þeir í alveg síðan að Matthías var og þá þurfa þeir aldrei að bera neina ábyrgð á einu eða neinu og láta bara þessar stofnanir þetta. Matthías sagði það nú einu sinni í viðtali. Ef að ráðherra getur ekki tekið ákvörðun aflaheimildirnar á þessu fiskveiðiári, þá höfum við ekkert að gera við hann. Þá skulum bara láta þessar stofnanir þetta og þeir gerðu það. Já, það í rauninni það sem við erum að gera. Já, við erum að gera það. Þeir koma og segja við förum eftir vísindamanna. Já, það eftir fiskifræðinni. Já. Það alltaf sama mantran sko. Svo þú veist þetta fólk sko, pólitíkina, þeir setja sig aldrei inn í þetta sko. Þeir bara nenna það ekki. Nei, og svo þetta líka, það ekki verið að ræða mikið, fjölmiðlar ekki að ræða mikið sjávarútvegsmál. Og það auðvitað stór galli á fjölmiðlum á Íslandi og það jafnvel með ákveðnum vinnubrögðum reynt að koma í veg fyrir það sé verið að ræða sjávarútvegsmál og hvað má veiða og hvernig á að stýra veiðum. Hafrannsóknastofnun hefur enga skoðun á því hvernig þú veiðir fisk, hvort þú veiðir hann á línu, net eða troll eða þeir hafa enga skoðun. Nei. Og það alveg óskiljanlegt. Eitt sem orðið núna, sko, þessi einsleitni í veiðum, sko, ég veit ekki alveg prósentana, ég geti trúið að það sé 60, jafnvel 70% sem orðið veit bara í troll. Já. Af heildaraflanum, sko. Og línuveiðar, sko, nú held ég bara orðin 4 stóri línuveiðar eftir, sko. Eru þeir ekki eitthvað? Nei, ég held ekki bara í Grindavík? 5 og kannski 5 stóri, það ekki meira. Og netabátar nánast horfnir og það örfáar bátar á snurvoð. Já. Einhverju 20 bátar kannski og svo bara restin, einhverju svona minni majónesbátar sem kallaðir. Já. En restin bara troll. Tógveiðar. Já, maður vissi og gerði sig grein fyrir að þetta stemdi í þetta fyrir 20 árum síðan. Já, það búið að vera markviss þróun. Og plastveiðibátar. Já. Svo eru litlu drillurnar bara. Já. En svo annað sem athyglisvert í þessu, það að það fullt af kvóta sem að næst ekki að veiða. Eins og til dæmis ufsi. Það aldrei talað það. Sko, það alltaf að fækka skipunum og þau eru að stækka og þau eru bara að veiða það sem að gefur mest af sér. Já. Þau eru ekkert að eldast við einhvern ufsa eða eitthvað svoleiðis, þau eru bara í þorski og hafa nógar veiðiheimildir. Og ef þú ætlar að fá að veiða ufsa þá ert að leigja kvótan til þín. Já. Í staðin fyrir á einhverju tímapunkti, það eftir kannski 30.000 tonn. Heyrðu, við bara gefum þetta frjálst ef einhverju vilja að veiða þetta þá. Já. En það ekkert. Nei, svo hafa þær heimildir til að færa 20.000 tonn á milli ára. Það sjaldan og aldrei veitar allar veiðheimildir. Þetta alltaf verið að færa þetta og geima þetta. Svo ertu líka með tegundatilfærslur. Já. Það eru upp á 5%. Já. Og menn geta notað ufsa til að búa sér til ísu. Já, og skotusvel. Já, og svo getur notað skráp og sandkóla og annað. Þú þarft að eiga 3 tegundir til að geta breytt í eina. Já. Þannig að það hægt að taka þessar tegundir sem ekki eru að menn hafi ekki áhuga á að veiða af því að bæði jafnvel verð lágt og annað þess áttar. Sumir, maður veit af snurvoðabátum sem henda öllu sandkóla, þeir nenni ekki að heyra þann og hann bara notaður í tegundatilfærslur til að breyta í ísu eða einhverja aðra tegundir, löngu eða hvað sem er. Já. Það alltaf, sko,
þessum öfs, náttúrulega Almenningur setur sig auðvitað ekkert inn í þetta og áttar sig ekkert á því hvað hægt að gera með þessum tegundatilfærslu. Nei. Almenningur áttar sig auðvitað ekkert á því hvernig með óveittar kvóta á hverju ári. Og það var nú frægt þegar Þorgerður Katrín þegar það var verkfall hjá sjómönnum að þá leyfðu honum að færa meira á milli ára svo minnkaði pressan á þeim að semja við sjómenn. Þá máttu geyma bara þangað til á næsta ári stærri hluta og þetta svona hefur hallað á heilbrigða skynsemi í þessum málum. Já, öfsin sko, það náttúrulega fyrir svona 25-30 árum, þá var 35-40-50% af ufsana veitt í net. Já. Nú er ekki veittur ufs í net, nánast ekki. Það orðið sára lítið. Og það næst ekki náttúrulega 50% af kvótanum. Nei. Og það er ekki skrítið, ég menna, og skipin sko, þeir fara með svona innkaupalist út á sjói sem togarar. Þú átt að fiska þetta og þetta og þetta og mikið ufsa og svo náttúrulega það er kannski svolítið lifilega oft að fiska ufsa sko. Já. En þú hefur bara sólar ekki það sko og þú hittir ekkert alltaf á það. Nei. Síðan svo. Nei. Og það er svona en það Hafró sko aftur af því sko það er alveg endalaust sko hver einast ári þá er eitt alveg 100 milljónir í það að leita að loðnu sko. Og það er meira ósköpin sem er lögð í það og hún hefur alltaf komið sko ef hún kemur þá kemur hún yfirleitt á sama tíma sko meðan febrúar þá kemur upp úr Hvalbársandinu sko. Já. Ef hún er látin í friðan hún er alltaf búið að stór skemma göngutan á loðunum með flóttalsviði það er bara Já. Og þeir viðurkenna það nú margir af þessum nótaskipstjórum að því að þeir eru bæði með flottroll og nætur og þeir segja að flottrollið hafi eyðilagt stóru hluta. En norðmenn til dæmis þeir láta bara aldrei veiða þó það sé mikið loðna þá bara hafa þeir alltaf hugsað það að loðnan ætti að vera fóður fyrir aðra fiskistofna og vilja þar af leiðandi ekki láta veiða nema eitthvað lítið kannski 100-200.000 tonn eða eitthvað og bara í nót og eins og gera þeir með makrílinn þeir veiða bara í nót ekki í troll og annaði þeim dúr. Við erum aðalvillamennir í þessu. Jú, en við teljum okkur trúum það á sérstaklega hátíðisdögum margir hverjir að við séum mestir, bestir og fallegastir. Það er nú bara svona. Því að haldið fram sko þegar útaskarfaðið var að byrja þetta er svona dáinn það veit Jakob Björnsson sem var fiskifræðingur og karfasérfræðingur Hafró og þá hélt að fram að vera þetta veiða 1 milljón tonn af útaskarfa. Í dag er ekki veitt 1 kíló útaskarfa það er ekki til og þá man ég eftir þetta upp á 90 þá voru menn meira sem farnir að spá að gera út sko á Gúanú eða útaskarfa en ég held að það er svona líka flottrolli fer nú illa með þetta sko og þetta er nú eitt dæmi sko svona kenningu Hafró sem bara alls ekki hafa staðist. En þeir voru nú líka á því að karfi sem var að verða að veiða djúpt í Skerjadýpinu botnkarfi fór svo upp í sjó eða réttar að sagt var upp í sjó og kom svo sló sér niður. Þetta var sami karfin þó að þeir flokkuðan sem aðra tegunda karfa. Það bara var ákveðnu tímabili sem hann var veiðalegur upp í sjó. Hann fór yfirleitt upp í sjó á nóttinni, það mestaði karfaveiðin við botninn yfir bládaginn og yfir sólskin. Já. En þetta eru merkilegi tímar sem við lifum og við erum ekki að ná neinum meiri árangri með 40 ára kvótakerfi og þorski og
Svo náttúrulega það skeiði annað sko, öll þessi friðun að ganga með þorskina, þá var ráðist því meiri kraft á aðra tegundir. Jú. En svo keila í dag sko, hún er náttúrulega ekki til. Það er búið að útrýma henni. Því að þetta er svo hægvasta fiskur og staðbundin og það sem gast gengið að vísum keilafla hérna á það er ekki neitt, það er bara ekki neitt, það er bara hvergi. Blálangan, það var sko, Hún var reynsuð upp. Þetta er svo stuttu bíl á landkúrskantinn sem hún veiðist bara frá svona 250 og 400 fama, 450. Þetta er kannski 3-4 mílu kanturinn og stundstaði minni og þá voru komin á þetta þegar ég var að byrja á þessu línuveiðunum sko, mest 20 skip sko. Sem voru að leggja 2-3-4 mánuði alla þess að dræsa á línu sko. Og blálangan hún étur bara það sem hún sér sko. Það hreinsast bara algjörlega upp. Já, það eru nokkrir staðir við Vestmannaeyjar, einhverjir harðir blettir og svona þess að hún færði einhverja, já það eru trillur í Vestmannaeyjum að ná því eitthvað sko, leggja á einhverja svona línu þá. Já, línu og fá einhverja keilu. En það er náttúrulega bara ekki neitt til að tala sko. Og þeir bölva mikið þegar stóru bátarnir, línubátarnir koma og eru búin að leggja á þessa bletti. Þá... Maður fekk nú að heyra það. En þetta er nú bara svona. En strákar, þar sem við vorum að tala hérna net og þróun í netum. Það sem er merkilegast í dag er að það þótti fyrir 20 árum síðan, þá þótti það ekkert mikið þó að menn drægu trossuna eftir 10 tíma, 12 tíma, sólarhring, voru netin látið liggja. Og þetta var gangurinn fyrir 20-30 árum síðan. En núna á vertíðinni þá voru menn að leggja bara klukkan á morgnana 4-5 og byrjar að draga aftur netin. Ég tók þátt í þessu. 2-3 tímum seinna. Við vorum að fara stundum það eftir hvað við fórum langt sko. En við vorum að leggja þetta sko 4-5 á morgnana. Og láta liggja í 2-3-4 klukkutíma. Það ég hef aldrei orðið vitni öðru eins móti bara eftir þennan tíma sko. Þetta var í nokkur ár í röð sko, svo var hægt að stunda þetta svona og líka núna fyrir 2 árum síðan sko, þá vorum við nú bara út í Garðsjó. Og við varum pælið hafa svolítið mikið dautt í þessu, sem er alveg baneitrað fyrir kvótalítið skip. Og við fórum að prófa að leggja það eins og við höfum gert áður, þetta var bara í nóvember sko. Og við vorum að leggja, skal ég segja þér, við fórum klukkan 4 og búin að leggja milli 5 og 6, það út í Garðsjó, byrjuði að draga það byrti svona, 9:30, 10. Og það var alveg ótrúlegt maður. Menn trúðu þessu ekki þegar maður var komið í land að þetta væri eftir 3-4-5 klukkutíma. Þá bara gekk hann í byrtuskilunum, gekk hann í alveg. Bara grimmur. Þú mátti maður heldur ekki leggja sko, ef þú ætlar að skilja eitthvað, þetta stundum voru að skilja 1-2 drossur til að geta haft eitthvað að gera, ekki alltaf á reiki hana. Og þú máttir heldur ekki leggja hana fyrir en eftir hádegi eftir hann sko. Nei. Ef það var fallað síst hádegi og var að bíða einhvern veginn voru búinn. Svo er ekki of mikið í. Og þá gat komið í hana í byrtuskilunum kvöldið. Það var allt í lagi að draga hana sko, fyrir byrtingu morguninn. Þetta er mikil breyting frá því sem var þegar ég var að róa. Það var sko alveg lágmark 2 tíma frá Skaga sko. Það var verið út á Eldeyjabanka og út á Jökultungu. Þetta náði saman bara sólarhringurinn. Og svo einstaka sinnum sko að það var farið í Garðsjó eða var vestan stormur eða eitthvað svoleiðis. Suðvestan eða vestan stormur. Að fá einhvern fisk. Nei, menn voru að róa út á hóla og út á sker
og út alla trissur, Eldeyjarbanka. Já. Jesus. Þetta Og var vilt af vestri sem kalla var. Það var sólarins túra. Já, þau dugðu ekki sólarhringur í til. Nei. Nú eru þessi svæði í dag, það ekki eins og út á Eldeyjarbanka og þessum stöðum? Það hefði ekki komið net á það í 10-15 ár. Meira maður. Bankan hafa ekki 20 ár. lögð neta. Hvenær hættur það? Ég 2002, Já, það er 20 árum síðan. Ég það yngilæknir á það síðan. Þú átt þetta. Það er nú gaman að fara og pröfa þetta. En Matti hérna á Þórsnesi, hann var að prófa hann að slæði, sko. Ég held að það verði alltaf vandamál á þessum ítlosku með hann. Já. Þetta var í mass, sko. Já. Á var hann æði upp, sko. Já. Nei, þetta eru rosalega breyttir tímar og þegar að maður er með hóp af skipstjórnarmönnum sem eru búin að taka þátt í þessu og þeir segja allir sömu sögu og svo kemur fiskifræðingur og hann segir já, þetta er bara fagnaðarefni, það er ódýrara að sækja þetta. Já. En það er ekki verið að tala hvað þeir eru að hafa af þjóðinni með þessari ráðgjöf. Ef þú bendir þeim og eitthvað, þá vita það, sko. Já. Við vorum einu sinni á Breiðafirði og það var svo áberandi mikið af seiðum í ána og það var Þossi. Já. Ölver heitir Skúlason, hann var með Geirfugl þá, hann sendi þeim nokkra kútma alveg úttróðna af seiðum. Já. Og svo viðtalið fiskifræðing einhverjum kvöldum setna og jú, þeir vissi allt þetta. Þetta var bara mjög staðbundið. Já. Þetta er alltaf svona, sko, ef að kemur einhver ábendingar Jú. Það er nú svolítið skrítið, sko, að menn hafi ekki leyft þá að veiða úr þessari uppsveiflu sem hefur verið núna síðustu 10, 15, 20 árin. Nei. Það er bara, sko, maður skilur þetta ekki alveg, sko. Þeir raunverulega eru búin að ná þorskstofninum upp þá, en það má ekki veiða úr hann. Nei. Við náttúrulega breyttum viðmiðunum, við vorum að veiða 25%, við breyttum því niður í 20%. Já. Og ef þú bara tækir það, þá verður að tala einhver 10-15.000 tonn. Já, svo líka, sko, það var inn í þessari formúlu hjá þeim, sko, ef að kæmi fiskur frá Grænlandi, Grænlandsganga, og þá mátti auka við veiðiheimildi. Já. Þeir hafa aldrei hlustað á það, sko. Það er staðreynd að það hefur búið að koma göngur frá Grænlandi, marga vertíðir í röð. Já. Það má ekki ræða það, sko. Nei. Og ég man hérna var í fréttum, sko, hann var að ganga tilbaka, þeir eldanir á, 500-800 hafna. Þegar þeir voru á Hampiðutorginu sem þeir kalla, hérna í Grálúðunni, að þá voru þeir í vandræðum út af þorski. Það var fullt af stór þorski, bæði vor og svo aftur á haustin, þegar hann var að ganga tilbaka. Já. Þetta hefur aldrei mátt tala þetta og hafa fullt af mönnu hérna í landi. Maður var að spyrja hvort sérðu eitthvað grænlendinga í þessu? Já. Og hvernig merkir það? Já, allt verður þessi himnan. Já, svört. Já, og dökkgrá. Já. Miklu dekkri heldur en í Íslandsþorski. Já. Hvað heldur þið að ræða þetta fyrst í fræk? Nei, ekki neitt. Svo er að merkja, sko, þeir eru með gagnabank orðið frá, sko, í gegnum afladagbæku frá skipunum, áratugi aftur í tíman. Og nokkurum árum og þá var, eða svo byggir voru að tala um að voru að auka svona aflinn og þá er að spurðir að því hvort það sé ekki að auka við kvótan því að fiskir í bendi til þess að stofnin sé á svo mikill upplifð. Nei, þá komu þeir með nýja skýringu sem að getum hleiðið það með öllum kjaftinu, sko. Það var aukin veiðanleiki. Ég veit ekki hvað það þýðir eins og. Já. Þú veist, þetta er alltaf eitthvað svona hundalógík. Já. Góður veiðanleiki. Já, þetta var bara býður á, maður hættur að býða eftir, maður hættur þessu. Já, þetta er. En svo, strákar, varðandi netaveiðar,
netafjöldin sem við vorum með í sjó fyrir 20 árum síðan. Já, Þegar hver bátur mátti vera með 150 net í sjó á hverjum tíma eða með 10 manna áhöfn eða fleiri, en sumir voru við upp í 200 já, net. Og núna eru menn að veiða kvótana sína þar sem þeir mega veiða í kannski 40-50 net. já, Það er ekkert sko smá aukning nei, per net sem er í sjó. já, Og nú endurnýja menn ekki net eins og var gert hér á árum áður. Þegar menn voru sáttir við að vera kannski með hálft tonn eða 1 tonn í net. já, nú, Ef að netin voru slitin þá férst ekki í þau. Nei. Það var ekkit, en núna verðist bara, ef þetta hangir eitthvað saman, það var bara fiskur í þessu. og þó að sé frá því í fyrra að þið hitti mér það, sko. Maður alltaf ekki að trúa að þetta voru gardínu sko. Það var bara hjekk lufsuna neðan úr floteininum og svo var það bara neti klofið endi í melli og svo var eitthvað lufsuna neðri til og samt var 50-100 fiskar í net. Já, já. Ég hef aldrei haft ímyndar að þetta náði fyrir, aldrei nokkuð. Nei, en sko þegar skipstjórnarmenn er að benda á þessa þætti sem snúa að þeirra daglegu vinnubróðum og þá bara veiðanleiki betri og það er ekki hægt að ná sambandi við stjórnendur þessara mála þegar að þeir fá ekki einfaldlega fiskifræðingarnir eru hérna varðir af pólitíkursonum og látnir ráða þessum hlutum þegjandi og hljóðalaust eins og maður segir. Svo er sett að sveigja svona sögur sko svona aflabröð og kjaftfull net eftir 2 menn hlæja bara að þeim sko með þess að gamli sjómenn sko menn þekkir þeir brosa bara að þeir trúi ekki orðið að því svo að segja þeir hafa aldrei eitthvað svona Nei, þetta er svo gigatist eins og maður fylgdist með á vertíðinni í vetur bátar að fara að byrja að draga eftir 2 tíma og að láta netin liggi í 2 tíma maður var sjálfur að koslast í þessu og þá var maður dugði manni aldrei sólarhringurinn til að draga og koma sér í land og út aftur og vera að koslast með 150 pluss eitthvað í viðbót af netum. Maður sá það líka núna sko, ég var síðust 11 ára sem ég var sko, eftir að hætta á netunum söður frá sko, var ég á línuveðar. Já. Hvað aukningi var mikil og víða sko, það fór bara, ég man ekki hvað ársins það voru að byrja, 2016-17 þá fyrir að koma svo ofsalega göngur hérna í bugtirna sko, austur í bugtir. Já. Byrja bara, hóst bara mókafli sko, strax í janúar bara vestan við Höfða og svo bara vestur alla bugt af stórþorski og svo gekk þetta bara alveg hérna vestum öllu landi og alveg ævintalegur afli og þvílíkur fiskur sko, bara á forunum alveg sama hvar. Já, ekkert meira á hörðum botni. Sama tíma þá var alveg óskaplegt fiskir bara út í jökuldýpi, út í Kolla og Lúta brjálæðir. Já, út um allt. Já, út um allt sko. Grindavíkurdýpi þess vegna sko. Sko ég man eftir fleiri vertíðum að breiðfirðingarnir voru komnir í kantinn austan við Vestmannaeyjar. Já. Þá var engin fiskur. Hoddfirðingarnir komnir í kantinn þarna út af víkinni og á Kötlugrunni og eitthvað svoleiðis. Og þá var fiskur góð veiði á tiltölulega litlu svæði. Já. En núna er þetta þannig að það þarf ekkert að fara neitt. Bátur þarf ekkert að fara nema 15 mílu radíus úr sinni heimahöfn til að ná veiðiheimildum sem má veiða eða bara hvað sem að má veiða. Þetta er dálítið öðruvísi heldur en áður var. Já, ég held að vera 98 þegar við fórum í Breiðafjörð. Já. Það var eitthvað lélegt í hérna Vestursvæðinu og við fórum aldrei eftir það. Nei.
En þú sér það, þú ert að tala 26 ár síðan. Já, þeir hafa átt til Breiðafjarðarnir að koma suður eftir. Já. Þess að það er búið að vera ævintýra veið á Breiðafjörð undanfarin ár. Já. Plastbáturinn og hvað heitir hann, Bárður? Bárður. Hann fiskar 2400-500 tonna verti. 100 tonna bátur. Já. Og náði alveg ævintýralegt. Náði 1000 tonn í mars. Já. Ef mann geta beitt sér í þessu þá ekki sem stendur fyrir. Nei, það er bara hvað mannskapurinn afkastar. Hann sagði þannig fyrir að voru held ég hann Pétur að voru þar á Bárði sko að það væri 500.000 tonni í Breiðafirði á þorski. Já. Og hann er ekki að mæta þetta fyrsta skipti sko. Nei. Ég var svolítið hissa, það var nú stundum samband við þig, Siggi, þegar þú varst á línunni og þú varst að segja sko að þú verið hérna út á drullinu fyrir utan Sandgerðið og þar eða út á linabotninum, mókfiskir í. Sagði. Áður var það þannig að það kom ekki eitthvað hart undir og það var ekkert. Það var ekki neitt, einhverja tindabikki. Já, það var svo lið. Fiskur yfir allt. Ótrúlegt. Og það heilu túrana bara á drullinu í jökultípinu sko, aldrei bara á drullinni. Það var alveg sama, það var bara jafnt yfir alla línuna sko. Eitthvað hefur nú fiskmagnið verið. Þetta er það sem við erum að horfa upp á og þetta er ekki hlustað á skipstjórnarmenn eða sjómenn yfir höfuð sem er að taka þátt í þessu og benda á þetta og þess vegna furðar maður sig á því að menn sem hlusta á menn eins og ykkur og fleiri skipstjórnarmenn og sjómenn sem taka þátt í þessum veiðum að þeir skul ekki koma með einhverjar spurningar til Hafrannsóknastofnunar hvað sé að hvað er ekki að ganga upp þetta viljandi gert eða þetta ég var hreinlega að spyrja sko það hlýtur maður að gera ég bæði náttúrulega fjallaðin frá þessu 95% fólki er ráð svo mikil þessum aðtöðu og svo er það líka að menn eru hræddir að tjá sig og stíga á tættar einhverjum þessi hræðsla við að styggja einhverja hagsmuni já, það er greinilegt það er ekki spurningu það menn á þessum kvótaáru skipum og þeir vilja helst ekki segja orð sko, þetta er bara allt eins og að vera já þeir passa sig bara að tjá sig ekki og segja eitt eða neitt segjum bara að kvótin yrði aukin verulega sko ég meina það fer bara að koma að þeim tíma að við höfum ekki skip til að fiska þennan kvóta það er bara þannig það er verið að smíða kannski togara núna ok með það en það fara 2, 3, 4 bátar út í staðinn þannig að það er alltaf að fækka floti hann er horfinn vertíðabátarnir eru bara dottnir út og eru bara á hraðri niðurleið eða fækkar á hverju ári Jú náttúrulega flotinn orðið 30-40 ára eða eldri af þessum bátum það er engin endurnýjun í þessum bátum ekki þessum bátum nei þetta er frystiskip og plastbátar það er endurnýjun í sikkorum endanum í flotanum já og svo stubbarnir sko já stubbarnir já mínutvogarar já litlir stóru togarar eða kraftmiklir togarar það eru með gráðum 700 hestafla vélar held ég og nýsköpurna togarar það voru með 1000 hestafla sko flestir já og svo geta þær sett ljósæðvelar jafnvel á þetta er bara allt með tækni og þetta er eða ef maður heyrir svoleiðis sögur maður veit ekki hvort að það er satt nei, maður ekki en það er hvað sjáu þið fyrir ykkur að sé hægt að gera hvað myndu þið leggja til ef þið fengið að ráða þessu í einn dag eða einhverja daga fram í tíma við höfum að byrja því að leggja niður þetta aflamarksteri ég held að það var fyrsta skrefið já og hvað?
Farið í eitthvað skona dagakerfið eða eitthvað allt annað. Þetta helvítis rögl maður. Já. Byrjaði að auka kvótan bara í 350-400.000 tonn. Já. Það bara, ef það ekki orðið of seint, það bara... Já, það spurning sko. Það spurning. Já, náttúrulega ég samanlega, ég myndi byrja að auka kvótan sko. Og nota eitthvað náttúrulega verði einhver nýluðun sko og fara ekki allt í sama veiðarfæri sko því að það hlýtur að sko segja til svona endanum að taka allt í botnlega dregin veiðarfæri. Það ekkert sérstök meðferð, það sama hvað menn segja, það ekkert að segja mér þetta það. Já, náttúrulega við vitum það að troll skadar lífríkið með einum eða öðrum hætti. Kannski misjafnlega alvarlega að mati manna. Já. En dregin veiðarfæri eru að raska. Við þekkjum svæði eins og út af Sandgerði og við Garðskagan þar sem að menn voru í stökustu vandræðum fyrir 30-40 árum að toga voru alltaf rífandi og allt í klessu. Nú þetta bara eins og Reykjanesbrautin. Er fólki vöskvafall. Það var svona skrítið, það kemur alltaf fiskur þarna. Já. Alveg eins og með halan sko. Já. Það eru svæði sem að gera það. Það kemur alltaf einhver fiskur yfir þessi svæði. Já. Svo alltaf skeiði hitt eins og með humarna. Það nú ekki vinsælt að tala það, en í nefna hagræðingar þá var fækka skipun og þau stækkuð og fór að draga 2 troll með lóði sem ég man ekki hvað eru þunga, þau eru ábyggilega yfir tonn sko. Svo var bara svo plógar að plægðu upp búskilir, þú veist, humarhúlutan á bleðunum. Og eitt reyndasti maðurinn í bransanum Óli Björn á Hornafirði, hann lýsti þessu bara alveg hvernig þetta gengi fyrir sig. Já, hann þekkir þetta. Hann þekkir þetta og veiðitímabili lengdist úr 3 mánuði í 9. Já. Það var eitthvað 300-400 tonna skipi. Það mátti þegar að milli 1970 og 80 þá byrjaði humarvertíð ekki fyrir 20. maí og hún var búin venjulegast verslunarmannahelgi eða eitthvað svoleiðis en ég held að leyfið hafi verið til 15. september. Já, það var eitthvað svoleiðis. Og þá voru menn komnir svona á bara fiskiskrap sko síðasta mánuðin. Já, var þetta fyrst var heildakvóti sko. Já, þegar var heildakvóti. Þá var það bara búið. Já. En svona hafa þessi mál þróast, svo veit maður ekki, sumir kenna nú snurvoðatóinu á humarbleiðunum, að snurvoðatói róti upp hólunum. Það fer svo létt yfir yfirleitt að það ekki plæjandi svona í botnin sko. Nei, en eitthvað er það nú, stundum festa menn nú tóin í drullu. Já, það er svona held ég bara. Jú, en þetta dregin veiðarfæri hafa meiri áhrif á lífríkið heldur en staðbundi veiðarfæri, lína og net. Já, það segir sér sjálft. Ég held að það geti nú allir verið sammála um það hvaða veiðarfæri sem stunda. Já. En strákar, þetta að vera búið hjá okkur. Eitthvað á lokun sem þið viljið segja? Já, ég vil bara veiða mér í hval. Já. Áður en ég tók út á gatti. Já. Það alveg sammála Birgir með það. Það horfum upp á það. Þú ert nú eini gamli hvalveiðimaðurinn. Það gæti nú orðið erfitt núna í þessu svona andrúmslofti sem í kringu þetta allt saman. Já. Þetta bara sko því líkt rugl í gangi með að stoppa þessa hvalveiðar. Þetta bara auðvitað að veiða meir í hval. Það byrj sem að ég svona í kringum aldamótin þá fór maður að vera var við aukning á hnúfubak. Já. Og eins og þið segir núna hann sé bara alveg
bara fullt af þessu. Alveg, Já, þetta er bara stór vandamál á allri bæði síldveiðum og loðnuveiðum og öðru Já. nótaveiðum. Já, hnúðabækurinn er í hafinu líka þegar voru á loðnunni, sko. Já. Stór skaða. Ég man bara þetta er rækjum sko svona framundir aldamót, þá sá maður aldrei sko hval neitt sem að nema út í norðurkanti sko. Og það er þetta norðvestur sko svæðinu, bara út í kanti, hvergi annars þar. Já. En svo 2004, þá var þetta að syngja sitt síðasta, þá var ég á Skjálfanda, þá horfði maður á flóan þurrkast upp, þá var það eins og Birgir var að lýsa Faxaflóan, þá var bara allur Skjálfandaflóin einn blástur og þetta kom bara þarna austan Grímsina og svo bara upp og inn alla flóa. Vorum bara svona pungun að fá 2 tonn á dag og það þotnaði upp í 100 kíló og svo bara var það bara sjálfhætt, bara einni viku. Já. Og það bara var sjálfhætt, það var ekkert meira. Þá var hann hreinsað upp allt ætið. Já, það reynsaður allt upp þetta helviti. Já, bara át rækjuna. En, já. Hétur allt sem er kjafti kemur undir. Kjaftinu, það bara. Ég þakka ykkur fyrir, drengir, að þetta spjall. Ég hefði kannski viljað tala meira netin sem ég fekk frá þeim hérna í Mustang og Birni Halldórsinni, gamla veiðarfærasalanum sem er nú hættur að selja veiðarfæri eða net. Vá. En þróunin hefur verið töluverð í netum í gegnum tíðina eins og í öðrum veiðarfærum. Ég þakka ykkur fyrir. Takk.